hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, komið sæl og blessuð. Það hefur ekki farið framhjá ykkur að við hér á samstöðinni ætlum að standa fyrir öflugu fjáröflunar átaki helgina. Við ætlum að leggja nótt við dag og senda út linnulaust. Erum við að því til að bjarga lífi okkar? Já, í raun erum við að því. Við erum í hópi þeirra fjölmiðla sem að gætu væga sagt staði betur. En fyrst og fremst erum við náttúrulega að leggja upp í þetta ferðalag með það í huga að lifa áfram og bæta þjónustuna. En við höfum fylgst með dauða íslenskra fjölmiðla undanfarið. Það má segja þegar við fallið eins og flugur og það eru margar spurningar sem eru áleitnar framtíð fjölmiðlunar á þessu skeri hér eins og annars staðar í heiminum. Og í tilefni þessa alls eru hér komnir 3 mjög góðir gestir. Það vill nú þannig til að 2 þeirra eru fyrrum samstarfsfélagar mínir á Ríkisútvarpinu. Benn og fyrst að nefna Óðinn Jónsson sem situr hér á móti mér og er núna blaðamaður á FF7. Hann er fyrrverandi fréttastjóri Ríkisútvarpsins. Björg Eva Erlendsdóttir, þú ert núna hjá Landvernd en varst náttúrulega ein okkar fremsta fréttakona langt árabil. Og svo erum við með eitt svona sem af annarri kynslóð en við, Atli Þór Fandal, sem er blaðamaður, fyrrverandi en einnig framkvæmdastjóri Transparency. Fyrrverandi? Já, fyrrverandi. Þannig að sko, í því samhengi langar mig sérstaklega að spyrja þig ákveðna spurninga hér á eftir. En sem sagt, samstöðin rær lífróður, getum við sagt, og leggur á sig að vaka á nóttunni helgina til þess að reyna að ná í nýja áskrifendur. Fréttablaðið fór, N4 fór, Hringbraut fór, maður heyrir að fleiri íslenskir fjölmiðlar séu núna að berjast í bökkum. Það eru ákveðnar grunsemdir að Sýn, þar sé að verða aukið útgerðar eigendavald, þótt það sé nú ekki staðfest. Mogginn er jú rekinn fyrir fé frá útgerðinni og kannski líður sumum eins og að eina leiðin til að reka fjölmiðil sé að hafa einhverja sérstaka hagsmuni og hafa einhverja tengingar fyrir utan Ríkisútvarpið. Byrjum á þér, Björg Eva. Hvernig líst þér á ástandið? Mér líst mjög illa á það ef að fjölmiðlum fækkar frá því sem og það held ég að öllum lítist illa á. Já. Og samstöðin hefur sérstöðu, alveg eins og Heimildin hefur líka haft sérstöðu sem ég heyra standi heldur ekkit of vel. Nei. Þannig að ég held að okkur finnist þetta öllum leiðinlegt. Já. En svo eru miðlarnir kannski hafa einhverju landsbyggðarmiðlar styrst og bændablaðið að lesa það margir sem eru ekki bændur og svo nú, já, Óðinn, þú ert með fjölmiðil, það er áskrift af fjölmiðil og ég til dæmis hef lesið hann meira í seinni tíð, þannig að maður leitar alltaf að miðlum og svo fólk líka bara að leita mikið til útlanda meir og meir, held ég. Já. Finnur þú enn gatið sem myndaðist þegar fréttablaðið hætti? Það ég ekki vissum. Nei. Mér finnst þetta bara svolítið erfið spurning. Ég var hætt að bera fréttablaðið inn í eldhús og ég held að maður kannski bara ruglast meira í dag, sko, bara hvar maður Þetta allt saman á netinu, meira eða minna. Að það sem ég tek eftir það hvort það áskrift eða ekki, því mér finnst pirrandi þegar ég kemst ekki inn í eitthvað sem ég ekki áskrifandi af. Já, ég spyr vegna þess að við heyrum stundum að við þurfum að lifa af því að við erum í landi þar sem kemur bara út 1 dagblað. Það séu bara svona ákveðin rök fyrir mikilvægi þess að lýðræðisleg fjölmiðlun sé sem fjölbreyttust. Ekki veit ég neitt um það því ég aldrei lesi það blað. Nei. Atli Þór, hvernig svona meturðu stöðuna? Skiptir samstöðin máli? Þarf hún að vera áfram? Það náttúrulega engin algjörlega sko, ég meina samstöðin, hún svarar ákveðnu kalli og það sem hún gerir vel að þetta svona lengri og hægari umræða. Þetta auðvitað að miklu leyti svona skoðana umræða sem ekki sagt þess að gera lítið úr því, það mjög mikilvægt. Hún
mér finnst líka augljóst sko áhrif samstöðurinnar eru svolítið að þegar hún byrjaði, sérstaklega þá var hún að draga inn sko fólk sem að hafði bara miklar kredensur til þess að tjá sig, það var náttúrulega þarna í COVID. Og svona áttaði sig á því að það var fullt af fólki sem að bara hreinlega var ekkert boðið, þú veist, ekkert eitthvað viljandi eða annars slíkt, þannig að það svona hefur til ákveðin fjölbreytileiki. Samstöðin eins og aðri fjölmiðlar eru tól, þú veist, þeir þurfa að vera til, en hvort það er nákvæmlega sá fjölmiðl er kannski flóknari spurning. En það eru þetta þannig að það er að þrengjast sko mjög að fjölmiðlum, þeim fækkar og það er líka hugmyndarheimur þeirra er að minnka og við þetta búum í svona heimi þar sem að stærsta og hættulegasta gervigreindin eru algoritmar samfélagsmiðluna. Þú veist, þetta er ekki eins og í tortrímaðunum, sko, gervigreindin mun ekki tortríma okkur með því að sprengja okkur, heldur hefur henni í mörgum tilvikum verið sleppt á samfélagið á þess að við áttum okkur alveg á því hvað myndi gerast. Þannig að því miður þá er þetta hluti af því sem að mun gerast, þetta er bara hluti að frétta hagkerfinu, það er að breytast og það er að þrengjast og það er þannig að þetta mun halda áfram þar til menn horfast í augu við það og eru tilbúin að horfast í augu við það að markaðsdrifin fjölmiðlun, hún mun ekki lifa af nema þá á forsendum þessa algoritma og það mun ekki svara samfélagskallinu. Þannig að stuttasvar er já, ég meina samstöðin er nauðsynleg. En þú veist, hún er jafn nauðsynleg og bara aðrir miðlar, sko. Við getum verið svolítið gagnrýnin og róttæk hérna á samstöðinni, svona með litið til þíns ferils að þú varst í spillingarannsóknum og öllu því. Er svona, skiptir máli á hvaða level fjölmiðlar starfa? Er dýptin sem reynt að skapa á samstöðinni, hefur hún meira vægi heldur en ef við værum í einhverju svona diskóstefnu? Samstöðin náttúrulega kannski í íslensku samhengi hún er hægari, hún leyfir, þú veist, hægari og ítalir umræður, oft skoðanabundnar, en það er hollt fyrir okkur líka að hlusta á það og þannig að hún hefur augljóslega svarað ákveðnu kalli og ég er alls ekki að reyna að segja einhvern veginn að skipta engu máli ef hún fer, ég bara er að segja að fjölmiðlar eru tól og þeir uppfylla eitthvað skarð, ef að þeir hverfa þá stundum er fyllt upp í það skarð upp á nýtt en stundum ekki og við erum á tíma núna þar sem að miðlar er að hverfa og það er ekki endilega fyllt upp í það skarð vegna þess að það er ekki bara þannig að miðlarnir sé að hverfa eða breytast, heldur er líka geta þess að frétta, þú veist, svona kapasitet frétta iðnaðarins á Íslandi, hann er líka að minnka. Þetta er ekki tilfærslur, þetta er raunverulega það að svona frétta heimurinn okkar er að dragast saman. Einmitt. Og en hvað þýðir þetta bara fyrir lýðræðið í landinu og fyrir bara upplýsinguna í landinu þar sem að kollegur okkar tveir hafa verið að draga saman? Þetta er svolítið svona eins og að spyrja mann út í miðri á, sko, bara hvernig heldur þið gangi síðasta spölinn yfir á hinn bakkan, sko, vegna þess að það guðsast yfirmann út í þessari miðju á og þessu fljóti. Já. Og við hér upp á Íslandi, við náttúrulega horfum mjög mikið á eigin nafla og okkar örsmáa fjölmiðlaumhverfi sem allir lýst ágætlega hvernig er að minnka, ég meina getan er að minnka, fólkinu fækkar í þessum störfum. Mjög brött fækkun. Og það er mjög brött fækkun og það er engin ráðinn í staðinn fyrir Heimi Má eins og maður segir, sko. Og sá fjölmiðl, af því myndi eftir hann í hug, sko, Stöð 2 sem var nú þetta bara orðið einhver deild í fjarskiptafyrirtæki og þessu stjórnar einhvern fólk sem kann held ég eitthvað meira í bókhaldi og rekstrafræðum heldur en í fjölmiðlafræðum eða blaðamennsku. Og íslensk fjölmiðlun er afskaplega sérkennileg orðin og ég nefni þarna Stöðuna á Sýn en líka bara, svo við talið svona rekstrarþætti sem að skipta máli eins og þessi frímiðlar, eins og þeir eru bara að moka út einhverju bölvuðu drasli, mjög mikið. Já.
bölvuðu drasli. Smitar svolítið yfir á hina miðlana líka. Nákvæmlega, og svo bara einhver ungir ágætt fólk sem vonandi á eftir að vaxa í starfi, en það er mjög vond verkefni, mjög vond uppeldi og mokar drasli liðlangan daginn út, meðal annars vegna þess að ríkið styrkir þetta. Það styrkir DFF, það styrkir mannlíf sem ég held að íslensk menning eða tunga eða lýðræði myndi ekki bíða nokkuð skaða af þó að þessi fjölmiðla hirfu, fyrirgefið segja það og af því að það ekkert erindi þarna. Maður verður ekki varað við neitt erindi þarna. Þið eru með erindi og það eru fagmiðlar með eitthvað erindi að upplýsa einhverja kima og svo framvegis. En þarna ekkert erindi og það þetta sem vantar hérna að menn byggja upp einhvern áskrifenda hóp, einhverja sem vilja fá þetta, vilja borga fyrir þetta. Svo erum við með Ríkisútvarpið sem alveg sér á bátuð og það bara módel sem að ég styð, en auðvitað þýðir það ekki að ég vil ekki gera mikla kröfu til þess eða breyta því og svo framvegis. En ég held að við megum ekki missa Ríkisútvarpið, en það þarf að breyta því og það þarf að breytast. En það þarf heldur ekki að moka peningum, svo ég tali það, í einkamiðla sem að fara svona með fé eins og þeir gera í dag. Nei, ég velti því fyrir mér hvort Ríkisútvarpið, hvort það til marks að Ríkisútvarpið hafi smitast af þessum tíðaranda sem þeir eru að ræða þegar Ríkisútvarpinu verður það á, samkvæmt siðanefnd blaðamannafélagsins, samkvæmt úrskurði sem var birtur í dag, að fjalla þannig mál Ástu Lóu, ekki alls fyrir löngu, að brot telst ámælisvert. Það má jafnvel velta því fyrir sér hvort helst að réttlæting fréttarinnar, megin fréttarinnar, fyrstu fréttarinnar sem hann sögð, hvort hún innan sviga. Menn flýta sér mikið, og það bara þannig, og það eitt af því sem gerist við það að því að við Björgeva erum bara þessum skilum í þróun frétta á Íslandi að netið verið allt einhver miðil sem við þurfum að þjóna og þó að það hafi kannski verið skammt komið á okkar tíma miðað við á Ríkisútvarpinu miðað hvernig það er orðið núna að þá verið þrýstingunni vera mjög mikill á það að menn flýti sér. Ég ekki viss að þetta sé bara einhver fljótaskrift. Ég held að það sé alveg fleira í þessu. Ég held að íti undir óvandvirk. Já, einmitt. Ég sammála, ég held að það sé eitthvað meira. En mér finnst mjög mikil tilhneiging sem hefur smitast yfir úr Ríkisútvarpi líka, sem ég líka styð, en vil gera kröfur til og mun meiri kröfur heldur en virðast vera gerðar til þess núna. Að mér finnst allir fjölmiðlar á Íslandi hafa núna svolítið mikla tilhneigingu til þess að fylgja virkilega vel eftir mjög litlum og ómerkilegum fréttum eiginlega bara ekki neitt og eru kannski bara að flytja fréttir af einhverjum prívat samtölum einhvern íþróttaskó upp í einhverju skóla í Reykjavík í 14 daga en svo eru risastór mál sem þyrftu bara mikillar rannsóknar við sem ekki farið í. Og ég verð áslega þreytt á svona fjölmiðlum, þá langar maður bara til að henda sjónvarpinu og útvarpinu af því að þetta gefur manni ekkert. Ég held að menn hafi vanið sig enga fjölmiðlarnir hafi vanið sig á mikinn vælutón, mjög allt og lengi og sem bara það að Ríkisútvarpið sé og stórt að taka mikið af auglýsingum og svo framvegis og þeir fá ekki nóg mikla peninga og það að þrengja Ríkisútvarpinu til þess að þau fái meira pláss. Allt þetta rétt innan einhverja marka og ég skil alveg hvað fólk að fara í þessu. En ef við ekki fyrst að gera kröfu til okkar sjálfra. Jú, en og mér finnst einkamiðlarnir margir bara ekki gera það. Nei, en þegar þú segir, nefnir þetta vælutón, það raunverulega ekki víst að við sem erum að starfa í einkageiranum í fjölmiðlum á Íslandi að við fáum greidd laun næstu mánaðamót og það er ekki víst að fjölmiðlinn okkar komi út eftir nokkra daga. Þannig að þegar þú kallar það það verður allir fjölmiðlar að ná í áskrifundur. Það verður allir. Ég ætla þeim að taka eitt rúmt það. En aðeins til þess að nefna þetta sem að þú varst að segja, mér fannst til dæmis römmun frétta í gær hver brosti til hvers í Haag. Mér fannst hún einkennileg. Mér fannst þarna verða poppvæða mjög alvarlega fréttadag sem mun kosta Evrópubúa og kannski Íslendinga síðar félagslegar bjargir, mun bitna á umhverfismálum. Allir þessir rosalegu peningar sem að verða teknir út úr Evrópuríkjum
og Trump hætti þá að þurfa að borga fyrir. Mér fannst römmun fréttana í gær bara bera þess merki að við af okkar kynslóð við erum komin yfir í bara einhvern nýjan heim. Hún var akkurat þetta að nú geta allir einhvern veginn verið að velta sér upp úr því hvort Þorgerði Katrínu finnst Trump heillandi eða ekki og það var kannski ekki stóra málið í gær. Það var kannski ekki stóra málið. Þessu taktík bara og ég held að allir fann að hafa einmitt verið að koma svolítið inn á þetta áðan sko. að þessi samfélagsmiðla einhvern veginn væðing og fréttana skilar þessu. Já. En Atli Þór, mér langar að taka einmitt þennan punkt frá honum Óðni. Það ekki alveg rétt að sko áskrifenda módel bara það sem að hlýtur að þurfa að koma mjög sterkt og mér langar líka að verpa upp spurningum það að alltaf fréttavefir, MBL og Vísi.is séu opnir. Sko, það sem hefur verið svona hefðbundið það að það sem við teljum hefðbundið, þetta breytist mjög hratt, að miðlar hafa verið svolítið, þetta hefur verið svona þrískipting hálfgerð þó að rokki hans á milli. Þú hefur verið með auglýsingatekjur sem eru þriðjungur, svo ertu með áskriftartekjur sem er þriðjungur og svo ertu með aðrar tekjur sem er þriðjungur. En raunin kannski að auglýsingatekjurnar eru 40-50% og svona, en þá býru til eitthvað svona smá balans og þess vegna hafa fjölmiðlar verið með til dæmis þessi sérblöð sem eru auglýsingaefni og annað slíkt. Þetta eru þekkingafyrirtæki og það þarf einfaldlega að eins leiðilegt og öllum blaðamönnum finnst að heyra það, þá sem sagt ef þetta eru einkafyrirtæki þá þarf að vera að reka þau. Það ekkert siðlaust eða skrítið við það að fjölmiðlar fái ríkisstyrk vegna þess að blaðamennska líka public good, þú veist, þetta líka sameign. Og af þeirri ástæðu til dæmis held ég við þekkjum öll sem blaðamenn að fólk gengur í höfundaréttarvarið efni okkar eins og það eigi það og notar það og byggir og bara þú veist og maður segir aldrei neitt af því þetta líka sameign. Það sem gerist auðvitað með því að svona línuleitaskrá bæði minnkar það sem að þú ert svona passífur neytandi á línuleitaskrá sem heildarpakki og passífi neytandi á heildarpakka prentara miðla að þá birtist náttúrulega það að fólk getur valið sér efni sem að það hefur áhuga og þá verða fjölmiðlar faraðir inn í svona tilfinningahagkerfi. Á Íslandi til dæmis fylgja eftir fréttum sem engum máli skipta, þú veist, að manni finnst, þetta bara gremjuhagkerfi. Það bara alltaf verið að búa til gremju að því hún býr til smelli og maður les endalausa fréttir það að einhverju sé að rífast og maður veit ekki eins og hvað að rífast. Af því að þetta bara, og þetta sama módel og Facebook, þú veist, sem ráðandi miðill á Íslandi og Facebook, algoritminn hefur meira það að segja hvernig fjölmiðlar velja sitt fréttaefni heldur en þú veist, alla stefnu sem við setjum hér vegna þess að það er búið að búa til þá hugmynd sem mjög ný hugmynd. Hún ekki algeng og fólk heldur á Íslandi. Þú talar lélegt uppeldi og kannski oft skort á svona fagmenntun. Það náttúrulega þannig sem svona hugmyndir grípa sig að það sé til einhver ein tegund af fjölmiðlum sem sé bara hinn rétta og hitt sé eitthvað öðruvísi. Af því að blaðamennska og fjölmiðlun vinnubrögð. Það skiptir engu máli hvort að miðill vinstrisinnaður eða hægrisinnaður, skiptir engu máli fyrir hvað hann stendur, hann bara með eitthvað erindi en það eru vinnubrögðin sem sameina þessa stétt. Og þar höfum við kannski búið við þann veruleika að það nú ekki mikið samkomulag innan blaðamannafélagsins til að mynda, svo margir náttúrulega ekki lengur hluta blaðamannafélaginu það hvað teljast eðlileg vinnubrögð. Vegna þess að menn afsaka það mjög grimmt þegar þeir gera mistök. Og það er hluti af faglegum vinnubrögðum blaðamanna, fjölmiðlar gera mistök en þeir viðurkenna þau og leiðrétta. Og það þarf að vera sjáanlegt að það hefur verið leiðrétt. En þetta raunin og ef við skoðum svona fréttahagkerfið þá hefur það farið í svona sögum. Það byrja og þetta líka gerst á Íslandi, en í heiminum það það þannig, það byrja svona sósíal og pólitískir fjölmiðlar. Það þannig að það svo dýrt að koma efni, innviðirnir sem fjölmiðlar í dag, þetta eru upplýsingainnviðir, þetta leið til að koma upplýsingum til ykkur, eru svo dýrir að þú leggur áherslu á að finna hóp sem tilbúin að borga gríðarlega hlutfallslega mjög mikið
fyrir það að hafa aðgang að þér og þá færðu auglýsendur sem eru í vandræðum með það að eiga í beinu samskiptum við viðskiptavininn og þeir geta nýtt þessa innviði. Svo verður prentun á þessi innviðaveróttir og þá verður það þannig að það er sko ökonomist gott að reyna að hætta að vera þröngur miðill sem er að þjóna ákveðnum hópi sem er tilbúin að greiða hærra gjald og ná stærri miðlum. Og þannig verða til massafjölmiðlarnir sem við þekkjum í dag og teljum vera einhvers konar eðlilegt og þeir eru blipp í sögunni. Einkarekinn viðskiptafjölmiðill sem getur ýtt undir og getur fjárfest í dýrum og góðum fréttum vegna þess að auglýsingakostnaður viðskiptalífsins er svo mikill. Þetta er 50 ára tímabil. Þannig að það er ekkert sko sögulega endilega rétt við þetta módel. Það sem er að gerast núna og er að gerast mjög hratt á Íslandi er til dæmis að það er að vera til svona eitthvað allt-rætt ígóspyr af einhverjum sko podcasturum og tiktokurum sem eru bara að deila út einhverjum furðuskoðunum og allt staðrendum og ástæðan fyrir því að það er vaxtarbroddurinn í íslensku fjölmiðlum núna, þó okkur þykir það náttúrulega að stingi í hjarta að kalla þetta fjölmiðla, er vegna þess að þar ertu með aðila sem eru tilbúinir að greiða fyrir þessa skoðanir og tilbúinir að pampera þetta fólk út með pípulagningaþjónustur og whatever sem að sjá bara hag sinn í því að vera tilbúin að ýta undir þessar skoðanir. Ríkisútvarpið er vörn við því og það er bara þetta væl einkafjölmiðla sem búið að ganga á í ég veit ekki hvað langan tíma að Ríkisútvarpið sé einhvern veginn að stela af þeim auglýsingatekjum er byggt á svo yfirgengilegu misskilningi. Það er bara þannig að án Ríkisútvarpsins þá mun þessi kaka minnka vegna þess að það framleiðir engin sjónvarpsauglýsingu fyrir samstöðina eða fyrir heimildina. Hins vegar ef þeir framleiða sjónvarpsauglýsingu fyrir þann massa fjölmiðil sem er Ríkisútvarpið af því að það er stóri trausti miðillinn, þá eru afföll, þá getur lekið yfir á hina miðluna. Þú ert búin að framleiða, þú ert búin að fara í stoppkostnaðinn, þannig að þessi barátta einkamiðlana gegn Ríkisútvarpinu er einfaldlega skemmdarverk á þeim sjálfum. Þú þarft massa til þess að búa til iðnað og Ríkisútvarpið getur verið sá massi. Hins vegar mætti Ríkisútvarpið að sjálfsögðu standa sig betur í því. Já. En við erum bara á þessum mörkum núna að við erum að fara yfir í mjög fragmentera umhverfi þar sem það snýst það og samstöðin er líka hluti af því þó samstöðin sé mjög góð að gæla við ákveðin hóp sem er þá tilbúin að borga meira. Óðinn, við héldum fyrir nokkrum árum að það væri hægt að koma á fót fjölmiðli með kannski 3-4 manna ritstjórn og bara styðjast við tekjur af auglýsingum en okkur er eiginlega öllum að verða ljóst að það gengur ekki. Það gengur ekki upp. Við sem fylgjum með fjölmiðlum svona hér og þar heiminn og erum áskrifundur á sumum og svo framvegis í lengri eða skemmri tíma. Við sjáum auðvitað bara auglýsingar íslenska pípulagningaþjónustu inn á í New York Times eða ferðaauglýsingu til Íslendinga inn í Guardian eða hvað sem er. Og auglýsendur á Íslandi er ekkert með einhverja hugsjón það að styðja við íslenska fjölmiðlun. Nei. Bara alls ekki. Ég hef ekki orðið var við það. Það eru einstaka, gæti ég eflaust grafið upp einhver nöfn, það sem menn hafa meiri áhuga á sumum fjölmiðlunum en öðrum, en það er eitthvað svona tímabundið og mjög svona fastir lokaðir hagsmunir, einhver hagsmunakerfi. Og við til dæmis rekum lítinn fjölmiðil, við fáum ekki mikið að bankaauglýsingum. Það er mikið að annars staðar og svo framvegis. Og eins og allir fór yfir í, menn þetta menn horfa bara á einhverja smellutölur og umferðartölur og segja bara þetta er bara allir á Facebook. En þegar maður hættir á Facebooki nokkra daga sem er mjög hollt, þá sér maður gallana á þeim fréttamiðli. Því þá fær maður bara gömlu fréttirnar að Trump sé að hugsa að gera innrás í Íran og hún bara hangir þarna einhvern veginn inn í gamla fréttin, skiljiði. En sá sem er alltaf að endurræsa, hann fær kannski nýjustu fréttina. En menn verða að byrja á því að allir sagði gæla við einhvern hóp. Þið eru að gæla við ákveðin hóp ákveðnar fylgispekt, ég vilja fá ákveðin fylgispekt við ákveðina skoðanir, ákveðina sín á þjóðfélagið ég hugsa það sem einhverja hugmyndum okkar gagnrýna í svona markasens, þá er maður að búa sér til markað. Þið eru að búa til ákveðin markað í kringum það og það er svolítið lykillinn að búa til einhvern hóp utan það sem þú ert að gera. Allir fjölmiðlar í heiminum
eru í tómu vandræðum með þetta í dag. Litlir og stórir. Og það stöðugt verið að breyta. Það verið að búið til fréttabréf, það verið að búið til einhverja póstlista, það verið að ég heyrði bara í gær sko, hjá Virtu blaði innan gæðsalapa sem segir sko, já, nú ætlum að reyna nýja aðferð. Við ætlum að birta viðtal við tiltekinn einstakling og svo fær hann að barna viðtalið með sínum athugasemdum. Og ég hugsa bara með mér, já, heyrðu, þetta eitthvað alveg nýtt. Og ég hef nú hérna tekið mörg viðtölin og ef einhver spyr, má ég sjá viðtalið, má ég birta það, má ég lesa því yfir að breyta því og maður segir auðvitað nei við því og svona. Kannski hefur einhver fengið að renna einhvern tíman yfir ef að hann hefur áhyggjur af málfarinu eitthvað slíkt. En þarna á bara að hengja við, bara allt. Sem að viðkomandi vildi sko, segja til viðbótar við viðtalið. Þetta ótrúlegt. Sko. Og þarna menn bara alltaf að gefa eftir í faglegum vinnubröðum í einhverjum mörkum sem maður verður að setja. Og þetta bara alltaf að hruni kúm. Við erum búin að gefa mjög mikið eftir og ég man nú bara eftir því þegar við vorum fyrir, kannski saman á Ríkisútvarpinu, ég veit það ekki, það var mikið talað í Blaðamannafélagi Íslands og félagi fréttamanna frjálsa fjölmiðlun og ég var ofta að velta því fyrir mér, hvað það eiginlega? Morgunblaðið var þá til og rekið svo sem ekkert á alveg ósvipaðan hátt og nú er. Og svo var verið að tala sko, eldveggi á milli auglýsenda og ritstjórnar og ég hef nú unnið á það mörgum blöðum að ég veit alveg að þeir eldveggir voru svona, það voru svolítið gott á þeim. Þeir eru mistraustir. Þeir voru mjög mistraustir. Síðan gerðist það að ég fór og stofnaði einn lítinn, ég veit ekki hvort ég á að kalla það fjölmiðil, en Smuguna sem var greidd af VG og ég nefni það bara því að hér er samstöðin sem hefur verið kostuð af sósíalistum. Og þú segir núna bara fyrir þáttinn að það bara gengur ekki, það er ekki hægt. En ég segi bara, hver er munurinn á því að vera styrt af sósíalistum eða útgerðinni og hvar eru eiginlega mörkin? Og hvenær eru það auglýsendur sem ráða, hvenær eru það bara eigendur sem ráða og er til frjáls fjölmiðlun? Ég er bara ekki alveg viss. En mér finnst hvort tvekja jafnjagað, hvort það eru sósíalistar eða útgerðarmenn. Já, en ætlar þú þá að vera svona hreina megin? Hreina megin? Nei, ég ætla bara að leyfa mér að láta mig dreyma að áskrifendur samstöðvarinnar að þeir einir beri kostnaðinn af rekstri samstöðvarinnar. Mér finnst bara allt í lagi að ég láti mig dreyma það. Ég held að geti bara vel verið að svo framtíða mynd. Mér dreymdi það einu sinni fyrir Smuguna. Ég ætla að fá að segja, ég vann nú á Smugunni í smá tíma og það er fyrsti miðillinn sem ég vinn á reyndar fyrir utan BB. Og miðill. Ég hef aldrei búið við meira frelsi og ástæðan er svo að markaðurinn skipti engu máli. Það var bara, við vorum bara með digga lesendur, þeir voru ekki með margir, þeir voru nokkuð þúsund. Mér finnst það gott að þú segir. Og og alltaf með ritstjóra sem að sko hafði fæð af allri afskiptasemi stjórnmálaflokksins og það voru auðvitað mjög svipuð átök svo sem og hér, þú veist það sem að menn eru með mismunandi hugmyndir það. En ég meina, þú veist, erindi var að fjalla umhverfismál og fjalla pólitík og eitthvað og ég meina það sem ég er að segja sko, það er hluti af bara einfallega skort á sko einhverju svona faglegum skilning á því hvað fjölmiðlar eru hérna að láta eins og markaðurinn sé ekki líka harður herra. Ég meina hann hefur, það eru áhrif að utan ef þú ert alltaf að fjalla einhvern kýrópatta sem í útlandum af því að það nær svo mjög að smellum. Þú veist, ég meina, og sko fjölmiðlar eiga að fræða og þeir eiga að skemmta og þeir eiga líka að vera hérna sem sagt innviðir til þess að selja vörur. Auglýsingar eru líka gagnlegar stundum sko. En markaðurinn er miklu harðari húsbóndi heldur en einhver hérna markaðurinn er nefnilega miklu harðari húsbóndi. Frjálssamtök eða flokkar eða eitthvað svoleiðis. Og ég meina það er eitt sem er líka rosalega gott að hafa í huga að það er engin frjáls sem á enga peninga sko. Peningar færa þér bara alveg ótrúlega mikið frelsi.
Þannig að einhverjar hugmyndir það til dæmis að það sé einhvern veginn algjörlega óeðlilegt að það sé sko ríkisstyrkir til einkafjölmiðla á Íslandi. Ég meina þá gengur heimurinn hérna á einhverju mjög óeðlilegu kerfi því að það bara mjög óvenjulegt. Sko, þegar við fáum ríkisstyrkir inn í grunnskólana, þá getum við eiginlega treyst því að þeir fara í eitthvað uppbyggilegt inn í grunnskólanum. Þegar við fáum ríkisstyrkin í heilbrigðiskerfi, þá getum við treyst því að heilbrigðiskerfi mun nota þessa peninga eins vel eins og hægt að nota á. En eins og Óðinn benti á, þá erum við stundum að útdeila hér styrkjum til fjölmiðla sem að maður einmitt botnar ekkert í til hvers eru í. Má ég samt skjóta bara, þú veist, það gallið þessa kerfis, en sko gallin í grunninn sá að þú setur ekki frystihúsastyrki á fjölmiðla. Þá ertu að sjálfsögðu bara að auka framleiðslu á rusli. En það segir sér algjörlega sjálf. En varðandi, sko, þetta allt saman, sko, svo ég tæki þetta saman svona í mínum huga, sko, þá finnst mér bara mjög óljós hverjar hugmyndir ríkisvaldsins eru fjölmiðlun. Og svo ég bara segi nú ekki meira, sko. Og nú held ég að sitja ennþá fast á meðan stjórnarandstaðan að slíta af sér fylgið að þá kemst ekki gegn einhver breyting á fjölmiðlalögum sem á að tryggja allavega fyrstu greiðslu þessa árs til fjölmiðla ef ég skil þetta rétt. Síðan hefur fjölmiðlamálaráðherrann boðað breytingar á þessum lögum eitthvað til lengri tíma. Hann hefur boðað fjölmiðlastefnu. Já, og svo framvegis. En sko stjórnmálamenn eru náttúrulega eilíflega að hugsa eigin áhrif og hvernig þeir geta hámarkað þau. Og maður tekur auðvitað eftir því að fjölmiðla og menningarmálaráðherrann sem þingmaður Norðlendinga ágætum maður, hann hefur mikinn áhuga á dreifbýlis fjölmiðlum og litlum fjölmiðlum út land og vill styrkja þá og svo framvegis. Ég veit ekkert hvort að því fyrir endilega vel varið. Nei, ég ekki þess að heldur. Og bara, sko, ég held að sko, það sé ekkert endilega það sem að styrkir í lýðræðislega umræðu í samfélaginu mikið að fjölga þeim eða styrkja þá mikið. Ég vil bara ræða það kannski ekki í þessum þætti en einhvers staðar annars staðar. En sko annars staðar á Norðurlöndunum þá eru gerða mjög sterkar faglega kröfur gagnvart því að fá peninga frá ríkinu. Og það standast ekki allir þær kröfur. Þetta er gengið vel í Noregi, finnst mér. Hér aðalega miðað við að það séu þrír í ritstjórn sem sko sama reglan og í 12 milljóna samfélagi í Svíþjóð. Við til dæmis okkar litli tveggjamanna fjölmiðl, við fáum enga pening. Bara af því að við reynum ekki eins og sækja af því að þið eru bara ekki tækir. Þetta er mjög sérkennilegt. Mjög sérkennilegt og órökur stutt að öllu leyti. Og svo samfélkingin sjálfar, hún ekki að hrinda af stað einhver eigin fjölmiðli. Kratin heitir það ekki? Já, hlaðvarpið. Það fá nú kannski ekki styrk. Nei, ef það gert fyrir þingpeninga. Og sko, ég nefni þetta bara og það getur alveg að það sé nauðsynlegu fjölmiðl og eins og Smugan var á sínum tíma. En viljum við að þetta séu bara stórfyrirtæki og stjórnmálaflokkar sem haldi þessu uppi? En svo líka bölva maður svolítið þeirri stundu þegar sko varð einhvers konar alheimssamkomulag það í einhverju misskilningi held ég að fréttir væru afurð sem ekki þyrfti endilega sérstaklega að greiða fyrir. Og nú búið að ala margar kynslóður upp á því að opna mbl.is eða Vísi og fá þetta allt saman frítt. Morgunblaðið braut blað í fjölmiðlasögunni með því að kynna til söguna nýtt app. Hinnir eru bara á vöfrum eins og þið þekkið. Sjálfstætt app, maður búin að bíða eftir einhver gera þetta, en hefur einhver tekið eftir því. Það var alltaf nokkur maður sem tekur eftir í að það sé komið app eða smáforrit sjálfstætt fyrir Morgunblaðið vegna þess að með nálgast þetta bara á sínum vafra áfram. Og það þarf enginn að kaupa Morgunblaðið, þetta kemur allt saman á endan einhvern veginn inn á þeirra ókeypis síðu. Hvers konar viðskiptamódel þetta? En það gild spurning hvort fjölmiðla landslagið á Íslandi yrði að einhverju leyti heilbrigðara með því að það kostaði einhvern smá pening að kíkja á fréttir á vísi.is og mbl.is, ekki satt. Ekki spurning. Hvað segir þið? Ég bara hef ekki hugmynd það, en ég alveg viss það ef það verður bara hægt að nálgast fréttir í gegnum áskriftir, að þá munum margir sleppa því algjörlega að nálgast fréttir og halda bara að þeir séu virkilega vel upplýstir af bara samfélagsmiðlum. Ég myndi allavega oftast það, en það líka eina ástæðunum fyrir því að Ríkisútvarpið mjög nauðsynlegt og þar bara skildu áskriftin og
En það þarf sannarlega að gera kröfur, en svo hefur þetta umhverfi aldrei einfalt verið út af því að það eru margir á okkar aldri sem voru að vinna á þessum litlu miðlum, helgarpóstum og pressum og hvað þetta allt hét, sem fóru á hausinn bara með stuttu millibili og fólk fekk laun stundum og stundum ekki. Þetta er ekki nýtt. Þetta er nýtt, sko. Og það voru mjög mikilvægir miðlar. Ég held að sé, svo ég bara klára þetta með sko, því ég held að sé engin stórblöð eða lítilblöð á Norrlöndunum sem ekki með áskrift. Ég bara þekki þau ekki. Nei. Það var alltaf nokkur til. Við erum kannski með vef þar sem getur lesið fyrstu línurnar eitthvað þannig og svo þarftu að opna hérna greinina. Og hvernig ná að gera þetta öðruvísi? Og þess vegna erum við nú að hér á samstöðinni svo maður loki þá þessari umræðu á sama stað og við hófum hana. Þess vegna erum við að reyna að opna augu landsmanna fyrir því að ef landsmenn vilja áfram að samstöðin verði í loftinu þá þurfa fleiri en nú þegar eru fyrir hendi að ákveða það að 2750 krónum væri vel varið í alla þessa klukkutíma sem hér eru framleiddir og kannski yrði sá skilningur auðveldari ef við værum einmitt ekki með MBL og vísi.is opið án áskriftar. Þeir myndu segja, þau blöð myndu segja, já, samstöðin er bara að tala fréttina sem við búum til. Það þurfum einhver að frumvinna fréttina. Já, við reyndar hér verður ákveðin frumvinnsla sem að oft leiði til þess að fréttamiðlarnir elta okkur líka þannig þetta er svo sem ég allar áttir. En hins vegar þá get ég sagt ykkur eitt að það er kannski ekki af tilviljun að við erum ekki með fréttir hér á hverjum degi. Ægin, tíminn og kröfurnar sem að fara í fréttadeild þetta eru resursar sem við höfum hreinlega ekki efni á. Þannig að við erum svolítið að hrekjast út í þessa skoðana stöð sem við erum, sem að við teljum miklu betri en að vera ekki í loftinu en sko, ef þið skiljið hvað ég á við resursarnir sem að þarf til að halda úti sjálfstæðri öflugri fréttastefnu og ægin sem fylgir því hann er bara, við getum ekki leyft okkur að við höfum metið það þannig sem svo að Þetta sögðum við líka á Ríkisútvarpinu þegar var að vera að skera niður að þetta væri ekki línulegur ferill bara endalaust, það væri bara alltaf hægt að fækka einn í mánuði sem var nú nánast bara á hrunárunum af því að þú þarft að hafa búið til vaktir, það þurfa að vera vaktakerfi sem hafa ákveðin rúlla sem að Björg þekkir sem að það þarf bara ákveðin lágmarks mannskap á vaktina og þannig að það er ekki hægt að skera endalaust niður. En má ég segja sko lykilatriði er þetta að við erum búin að vita af þessum vanda í langan tíma, það er hnignun og það er ákveðnir hlutir sem gera það að verkum að það er erfitt að reka fjölmiðla á Íslandi. Við erum til dæmis lítið málsvæði þannig að það er ekki hægt að ná einhverjum skala mjög hratt og eitthvað annað. Það sem hefur líka gerst í þessu umhverfi er að sko hér hefur verið svona einhver rassvasa stefnumótun að hálfu yfirvalda. Sko núverandi fjölmiðlastyrkir. Ég skal alveg segja að það var afrek í ljósi þess hver uppbygging þeirra ríkisstjórnar var og ríksvilja eins stjórnarflokksins til þess að hafa þetta eins óstöðugt og erfitt system mögulegt er, þannig að þurfum við að samþykkja á hverju ári svo þeir getur nú aðeins svona verið að fekta í þessu. En sko, þú getur ekki sett sláturhúsastyrki á fjölmiðla. Það vantar nýsköpunarstyrki fyrir fjölmiðla á Íslandi. Það vantar að rannsaka fréttahagkerfið hérna. Það þarf að búa til styrki fyrir langvarandi rannsóknarfréttir og það þarf að búa til samfélagslega hvata. Það að segja 3 blaðamenn eða 3 á ritstjórn, 22 dagar á mánuð, þetta er svo mikið bull. Algjörlega. Og það er ótrúlegt á 10-15 árum sem þessi umræða er búin að vera, hún er örugglega miklu eldri, þá bara sé ennþá látið eins og það sé bara engin annar í heiminum sem hafi reynt að leysa þessi mál. Það er miklu betra styrkjakerfi í Bretlandi sem er þó mikið markaðsagkerfi. Það er fínasta styrkjakerfi í Þýskalandi. Það er að mörguleyti alveg geðveikt styrkjakerfi í Bandaríkjunum fyrir rannsóknarblaðamennsku. Nánast öll vinna sem ég vann úti sem var svona eitthvað langvarandi eða eitthvað svona stóra rannsóknir, það var alltaf fjármagnað á sjóðum í Bandaríkjunum. En hér segja menn bara, heyrðu, það virkaði nú vel að vera með svona einhverja landbúnaðarstyrki og svo bara er allir furðu lostnir yfir því að það bara margfaldist magnið á drasli. Ég meina að sjálfsögðu, þú bjóst til innspýtingu
til ruslframleiðslu. Þið eru nú sveit hérna, Björn og Björg, hvað heitir styrkirnir sem voru veitir til að móka hérna skurðin til að ræsa fram mýrarnar? En það er margt áhugavert búið að koma fram í ykkar spjalli og ég er ykkur mjög þakklátur, ekki bara fyrir að koma í þetta spjall, heldur er ég ykkur bara þakklátur fyrir að hafa brugðist við í mörg önnur skipti. Það er jú galdur við stöð eins og þessa að við ein og sér sem vinnum hér gerum ekki neitt. Það eru okkar viðmælendur sem að knýja hjólin áfram og það er búið að vera virkilega gaman að fá ykkur margoft að þessu rauðaborði og ég vona að það verði áfram. Við sjáum hvernig gengur í fjáröflunni helgina. En kæra þakkir Björg, Eva, Atli Þór og Óðinn Jónsson. Við förum yfir í aðra sálma hér eftir andartak. Kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Takk og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk, gangi ykkur vel. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.